Bjóðu okkur velkomin, takk fyrir að vera með okkur. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, Eða Brá Benediktsdóttir, aðstoðar bankastjóri Arion og Ásgeir Baldurs, forstjóri Arctic Adventure. Mér langar að vaða bara beint í stöðuna, Bogi. Þú ert búin að vera tjáðið töluvert bæði flugrestur á landinu, aðstæður hans. Icelandair augljóslega líklega mikilvægasta, ég segi ekki líklega, bara mikilvægasta ferðaþjónustu fyrirtæki landsins, færir okkur ferðamennina og þú hefur verið mjög skýr á því að þú ætlir að snúa rekstrinu við. Hvernig sérð þú stöðuna núna og núna inn í næstu mánuði, miðað við það bara hvernig hún á mörkuðunum, miðað við þessar fyrirhuguðu breytingar á rekstrarumhverfi greinarinnar, hvernig blasir það við þér? Já, inn á næstu mánuði þá staðan krefjandi. Við erum að glíma við, eins og við komum margóft fram hér og allir vita, mjög sterka krónu sem krefjandi fyrir útflutningsgreinarnar, ekki síst ferðaþjónustuna. Og á sama tíma óróleiki í alþjóðakerfinu okkar. Og það eru margir sem segja það að sumarið hafi svona gengið betur í ferðaþjónustunni heldur en margir áttu von á. Og það alveg rétt, en það kom okkur ekkert sérstaklega á óvart hjá Icelandair. Við vorum bara nokkuð sátt við bókunarstöðuna svona fyrir hluta síðasta vetrar, en síðan þegar krónan styrtist tildulega hratt í marsmánuði að á þeim tímapunkti mjög margir búin að bóka fyrir sumarið eða ákveða að fara í ferðalag fyrir sumarið, þannig að þetta skilaði sig bara ágætlega. En núna erum við að sjá ákveðnar breytingar á okkar markaði. Við erum að sjá markaðinn til Íslands frá Norður-Ameríku og hann að veikjast. Og ég myndi segja að það væri áhyggjuefni fyrir íslenska ferðaþjónustu því að Bandaríkjamenn eru mjög góðir ferðamenn fyrir okkur Íslendingar, en hjá okkur erum við að sjá þá Evrópu koma sterkar inn á móti, þannig að okkar balans ágætur, en svona meðaltal eru það ekki alveg góðir ferðamenn fyrir íslenska ferðaþjónustu, þannig að svona það myndi ég segja áhyggjuefni fyrir ferðaþjónustuna í heild sinni. Og síðan náttúrulega bara þessi glíma við kostnaðinn, hún náttúrulega bara mjög krefjandi í þessum í þessari sterku krónu, eins og Konráð fór inn á áðan, að við erum með hæstu laun í heimi og ferðaþjónustan þetta þjónustu grein, það eru margar hendur sem þarf til þess að sinna okkar gestum og launahækkanir hafa verið svakalegar, miklu hærri heldur en í samkynnislöndunum, og á þessu laun leggjast tryggingagjald og alls konar launendagjöld og skattar, þannig að það ekkert svigrúm til frekari skattahækkana hverju nafni sem það nefnast. Það eru nokkuð skýrskilaboð. Eða Brá tekur undir þetta, nú ert þú að vinna í fjármálakerfinu og sérð bæði reksturinn og fyrirtækjunum svona frá þeim sjónarhóli, en ekki síður að fylgjast með fjárfestingamörkuðunum og svona efnahagslífinu í heild. Hvernig blasir þetta við ykkur? Já, þetta bara svipa og Bogi var að segja, þú veist, það náttúrulega háir vextur og verðbólga ofan á allt hitt, launahækkanir, maður langar kannski líka bara að nefna eins og breytta heimsmynd, þú veist, í Bandaríkjunum sérstaklega, þar hefur verið mikil hækkun á til dæmis verðbréfamörkuðum sem tala eignabólu, ekki allir sammála það, ef að það breytist að þá náttúrulega kannski ólíklegra að þeir komi til landsins, þannig að já, ég get nú tekið undir þetta. Svo það náttúrulega flugfélögin, ég var nú að lesa yfir uppgjörðu ykkar í Morgunbogi, sá þarna að þið ætlaði að draga úr mitt ferðum þangað. Fyrir Norður-Ameríku, við erum að breyta á því. Já, þú veist, og ég fór svona að hafa smá áhyggjur af því, bara af því að það náttúrulega þessi betur borgandi ferðamenn sem að koma þaðan, þó svo við ekkert endilega séð það ennþá, allavega svona samkvæmt tölum, en við erum að sjá það í okkar bókunum. Já, akkurat, sko, þannig að já, maður hafði svona áhyggjur af því líka. Já, auðvitað hefur maður áhyggjur af stöðunni, en ég held að sér líka alltaf rosalega mikilvægt að vera bjartsýnn og það hefur nokkur Íslendingum tekist svona í gegnum tíðina að vinna okkur vel út á hlutunum. Einhver sagði við mig á mannamóti markastofuna fyrir rétt eftir COVID að það þýddi ekkert að vera í þessum bransanum að vera bjartsýnn, svona eðlisfari. Ásgeir, ert þú bjartsýnn framhaldið og framtíðina þegar þú horfir á þetta úr þínu sæti þar sem þú ert með mjög fjölbreytta ferðaþjónustu allt land, má segja, og augljóst að eiginlega allar þessar skattabreyningar munu hafa áhrif á þitt fyrirtæki. Hvernig lítur þetta út fyrir þér? Ég talsveit miklar á að gera stöðunni og ég held að sumari hafi verið betra í sumara því að á þessum tíma fyrra var
krónan mun hagstæðari eitthvað dollar á evru. Þannig að á þeim tíma var fólk að taka ákvarðanir að ferðast til Íslands. Þannig að ég held að við höfum grætt á því og verið búið að bóka. Ég held að óvissan sem framundan í heiminum sem sköpuð af bara pólitísku ástandi og efnahagsástandi í Bandaríkjunum og Evrópu hafi mikil áhrif. Og svo hefur maður líka bara áhyggjur af því að svona óvissan varðandi, ég held að áhrifin af fækkun komu skemmtiferðaskipa muni hafa mjög afleidd áhrif víðsvegar land. Við sjáum strax hvað gerist út á landi eins og Ísafirði, Grundarfirði og fleiri stöðum sem það sem við höfum verið að reyna að dreifa ferðafólki landið. Ég býja því að reka bæði stóra og litla staði. Ég til dæmis að reka óbeðasetrið upp í Fljótsdal. Það háð svolítið mikið komu skemmtiferðaskipa og það hefur áhrif þar. Þannig að ég held að sé mikil óvissa. Ég held að sé margir í ferðaþjónustunni, það var svona umræðan á Vestnorden að fólk veri almennt bjartsýnt. Ég held að bókunarstaðan sé mörguleiti góð en ég held að geti vatnað undanni fljótlega því að margt af þessu ekki búið að selja. Það einhverja blokkbókun annars slíkt, þannig að ég held að þessi markar mjög kvikur og það þegar að fólk sér að það minni eftirspurn á hinum endalega markaði, ekki hjá heildsölunum, þá fljótt að cancela það, að afbóka. Þannig að ég ætla svona að vera svolítið leiðilegur og vera aðeins svartsýnn á þetta, en síðan hitt að það ekki heldur gott fyrir ímynd landsins sem ferðaþjónustulands, hvað alltaf skammu fyrirveri og hvað svona, má segja, mikill pólitískur óstöðuleiki, hvað varðar ákvarðanir. Það líka bara ímyndamál, að sé ekki hægt að treysta okkur þegar við erum að gefa út verðan og slíta að koma alltaf einhverja breytingar sem koma í baki á okkur. Þannig að það líka bara ímyndamál sem ekki gott fyrir okkur. Við heyrum þetta sem þú nefnir úr ýmsum áttum núna að byrgjar erlendis, endursöluaðilar Íslandsferða séu uggandi framtíðina. Ísland sé orðið mjög dýrt, dýr áfangastöður, aðrir séu ódýrari. Það tiltölulega auðvelt fyrir ferðaskrifstofu að segja bara, heyrðu, þessi varar ekki seljast hún og dýri tekar hún hillunum, ég setja einhver aðri í staðinn. Svolítið eins og Sigga Magga nefndi áðan, sko, við þurfum kannski meira á þessum aðurum að halda heldur en þeir okkur. Er þetta eitthvað sem að þið hafið áhyggjur af, Bogi og Ásgeir? Já, ég fyrst vil kannski segja bara til þess að rífa okkur upp úr þessu svartnætti. Ég hef gríðarlega mikla trú á íslensku ferðaþjónustu og tækifæri framönda fyrir íslenska ferðaþjónustu, fyrir okkar leiðakerfi og við þurfum náttúrulega sjálfsögðu að spila rétt úr þessu til þess að við getum gripið þessi tækifæri. En eins og Ásgeir, maður hefur svona aðeins áhyggjur af nærtímanum og auðvitað það þannig að þegar þú ert bara eins og við þegar maður ákveða að fara eitthvað, þá erum við að skoða ýmsa staði og upplifinu skiptir einhverju máli og ekki síður bara hvað kostar að fara á þangað og Konráð vilja verið áðan að bara staðan í Noregi allt önnur heldur en á Íslandi í dag, bara kostnaðurinn við að heimsækja Noreg versus að heimsækja Ísland, það bara allt annan dæmi og þetta ekkit ólíkir áfangastaðir, þannig að það er mjög eðlilegt að ferðaþjónustu aðilar svona fara breyta áherslunum í sínum hillum og það að sjálfsögðu áhyggjuefni til skemmri tíma. Já, ég tek alveg undir þetta og ég ætla nú ekki að fara að drepa stemmingun eða vera svona rosalega svartur, en það sem að ég held að ef við horfum samanbyrju Noreg og við erum kannski svolítið einblín á hann, að Ísland að mínu viti miklu betri ferðamannastaður heldur Norður-Norður, hefur miklu fleira að bjóða og bara mörgum skörum ofar sem í gæðum og upplifun. Vissulega margir hlutir sem þau gera vel, en þegar að verðmunin er orðin svona mikill, þá hefur þetta áhrif og ástæðan fyrir því að Norður-Norður hefur byggt svona hratt upp bara hversu ódýr áfangastaðurinn ver, svolítið eins og við byrjum eftir 2010 að þannig byggst þetta upp. Þannig að það þannig að ég hef mikla trú á íslenska ferðaþjónustu, ég held að við komumst í gegnum þetta, ég held að þurfum ekki mikið til að skapa góðar aðstæður og við getum alveg verið verðlagt okkur hærra, en við getum ekki verðlagt okkur endalaust hærra, það er svolítið málið. Við náttúrulega horfum á Norður-Noreg núna og sjáum að fjöldi fluga inn á Tromsø hefur margfaldast. Það má segja að þeir séu kannski líka núna að læra það sem við lærðum eftir okkar sprengjuvöxt, að það þarf að passa innviðarnir fylgi, það er svona ýmislegt sem tekur á þar, þannig að kannski lenda þeir í vandræðum og það hendar okkur. Ekki það ég ætla að vera með eitthvað þórðagleði hérna, en þú veist, svona er þetta. En ef við horfum á bara tækifærin aðeins í þessu eða brá, sko, þegar þú horfir á þennan bransa og efnahagslífið og fjárfestingarnar og svona þessu stöðu, þú veist, hvar liggja tækifærin
í ferðaþjónustunni í samhengi við verðmætasköpun fyrir samfélagið? Já, ég náttúrulega mér finnst bara náttúrulega þurfum að nýta okkar hugvit, þú veist, nýta okkar kraft, nýta náttúrun okkar, tæknin rosalega mikilvæg líka þar og það þarf bara að taka höndum saman og vera með skýra stefnumótun, bara hvers konar ferðamannaland viljum við vera. Mér finnst alveg augljós sjálfri að við eigum að bjóða upp á gæði, það verður alltaf dýrt að koma hingað. Já, það svona kannski með helsta og við erum að koma kaflaskilum eins og greiningadeildin okkar að gera ráð fyrir að það komi sami fjöldi ferðamanna á næsta ári og þá þurfum við að hugsa hvernig ferðamenn eru það sem að koma hingað. Mér langar líka aðeins svona að ég nú ferðast mikið sjálf Evrópu, keyrt vegi þar. Mér finnst bara ekkert mál að borga þessa vegatolla í þeim löndum sem ég greið ekki skatta í. Þú veist, og keyra á öruggum og góðum vegum í staðinn, þannig að ég kannski svona devil's advocate í þessu pallborði en sko ég held að við séum að hræðast þetta mögulega of mikið, en það líka kannski mikilvægt að bera okkur saman við önnur lönd, þú veist, að vera, hver skattlagningin þar, þú veist, hvernig og vera ekki hærri endilega en þau, þannig að já, en ég svona eða svari bjartsýn og ég held að við komum okkur út úr þessu og gerum það vel. Hanna Katrín, þér best liðstyrkur úr miðju pallborðinu, mjög óvænt. Þegar við horfum á þetta, tækifærin, þú hefur verið að gagnaöflunin og annað þér hefur verið tíðrætt þetta, þú vilt taka ákvarðanir byggðar á gögnum. Þið hafi verið að skoða núna undanfarna mánuði einmitt þennan samanburð við önnur lönd. Akkurat. Og hvernig gjaldtökun háttað hér heima, hvert peningarnir faða, hvert þetta flæðir. Hvað ertu að sjá út úr þessu sem kannski gefur okkur einhvers konar tækifæri? Hvaða tækifæri sérðu í þessum stöðum og eins og úr þessu gögnum sem að þið hafa verið að skoða? Já, það rétt. Við höfum verið að skoða annars vegar hvernig gjaldtökunni háttað hér heima akkurat núna og eins og ég nefndi að það svona mjög brotakent og það er ekki gott og það eitt af því sem við þurfum að laga og ætlum að laga og síðan það hvernig gjaldtöku háttað og við tókum svona löndin kringum okkur og fókusurum á þessi lönd sem eru svona okkar helstu keppinautar ferðamennina og það eru þetta Noregur og Norður-Noregur og það Finnland ákveðin leiti og svo ef maður fer lengra, ég meina þetta eru svona ákveðnir straumar og fyrst það sem við tökum eftir auðvitað að þetta mismunandi eftir löndum og það hefur auðvitað bara að segja bara almennt með uppbyggingu hagkerfisins og bara uppbyggingu innri kerfa, það er líka þetta þarf að vera einhverju samhengi en við sjáum líka sífellt fleiri lönd eru að reyna svona að feta sig yfir í eitthvað sem á einhvern hátt má kalla ákveðna álagsstýringu og það ekki bara lönd sem eru með svona náttúruauðlindir undir og svona áfangastæði sem bústalega verður þurfa á því að halda við nýtum fjármagnið að byggja upp og reyna að dreifa aðeins, heldur bara almennt þannig að það svo víða sem þrýstur á innvið, það bara borgir, það eru almenningssamgöngur, þetta bara svo mikið og síðan á móti kemur og það þó ónýtt annars þar liggja tækifærin, þannig að þetta svona helsta sem ég get tekið saman, við erum ekkert eiland í þessum efnum, það eru bara allir, það gríðarlegu fjöldi ferðamanna á ferðum heimil, það bara svo mikið verið að reyna að ná utan þetta. Tækifærin eru hins vegar alveg mjög mörg, ég meina við á sama tíma og við erum að tala að það eru ákveðnir áfangastæðir sem eru svona komnir að einhverju þolmörkum að minnstakosti með við núverandi stöðu þeirra, þá eru aðrir sem við þekkjum sem heimamenn sem eru ekkert minna áhugaverðir að sækja og það liggja svo mikil tækifæri þar, líka í því að tryggja sem mest vetrar þjónustu eða heilsársferðarþjónustu en þess að við getum alltaf ekki gengið út frá því og það væri bara frálegt fyrir fjárfesta að fara að byggja upp mjög dýra innviði, hvort það í gistingu eða afþreyingu, hvað það fyrir 3 til 4 mánaða. Þú þekkir það nú heldur betur úr flugrekstrinum, það ekki svo langt síðan Icelandair var í þessum sporum. Þannig að þarna liggja gríðarlega mikil tækifæri, svo það auðvitað hitt. Grunnurinn auðvitað stöðugleiki í efnahagslífinu, bara fyrir atvinnugreinina í heild og ég meina ég get ekki annað nefnt það að mér þykir áhrif þess að sveiflu auka sem krónan okkar í þessari atvinnugrein
hún óþarfi, hún til óþurftar. Það bara þannig. Það íkir alla sveiflur, núna í erfið átt, þegar þetta breytist, af því það eðlileg hagsveifla, þá slaka allir svolítið á, þá koma tiltölulega þægilegi peningar í kassan. Og hvað gera þeir? Þeir fresta því enn frekar að tekin einhver lengri tíma stefnumörkun og unnið eftir henni. Þetta ekki að hjálpa. Síðan kannski þetta með ferðastefnuna, að því ég ætla að fá að vera ósammála Pétri sem talaði áðan að stjórnvöld hefðu eftir að ég listi því yfir upp að ætlum að vinna eftir en við höfum ítt henni ofan í skúffu. Það ekki svo. Það hins vegar þannig að við forgangsröðum aðgera áætlun sem byggir á þessari ferðarþjónustu svolítið upp á nýtt, meðal annars við tilliti til þeirra óheppilegu og alvarlegu tilvilla sem hafa komið upp og varðar öryggismál, þannig að við setjum öryggismál á oddinn, það var aðgerð sem að við ítum ofar og síðan þetta með að reyna að tryggja öryggi gagna og ég leif maður eins og billuplata en ég bara mjög áfram það að við náum tökum á því risaverkefni, þannig að við erum að vinna eftir stefnunni. Gaman að ég þig minnast á álagsstýringuna, við vorum hérna í þessum sal fyrir réttu ári síðan okkur með þar sem við vorum með stóra ráðstefnu álagsstýringu einmitt. Þetta orð sem mikið notað, stundum í samhengi, gjaldtöku stundum ekki. Varðandi það, þá hefur til dæmis, við munum eftir Boston Consulting skýrslunni sem kom hér fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan og líklega það sem að forsætisráðherra þegar hún segir að þetta sé búið að vera lengi í farvatninu. Sérðu fyrir þér, og kannski þetta spurning til ykkar allra sko, sjáu þið fyrir ykkur að það skattabreytingar sem eru núna í farvatninu og svona þær breytingar sem verið að horfa á, að það muni verða til þess að ná þessum markmiðum sem við erum að horfa á til að stýra álagi ferðamannastaði, til þess að auka ferðamennsku á öxlunum, á vetratímanum, eða erum við að horfa á það að eitthvað þessu verði bara einfallega til þess að eins og við höfum séð að við erum að aftur að sjá meiri ástíðasveiflu, að álagið mér ekki breytast mikið eða slíkt. Hvernig framtíðin með það sem við erum að horfa á núna? Hver byrja? Bogi? Ég skal byrja, en bara varandi gjaldtökuna og álagsstýringuna, það búið að vera að vísa í svona kannanir og það allir tilbúin að borga fyrir það að skoða hvað eftir sóttustu náttúruperlunar. Það mjög eðlilegt svar. En þú væri spurður af því, ertu til í að borga meira fyrir ferðalagi til Íslands, eins og staðan núna, eða upplifun í heilsinni, þá held ég að svari væri allt annað. Það þarf að horfa bara á heildar samhengi hlutum og þetta minnir mig á mér minnir að það hafi verið haustið 2023 og það voru við hjá Icelandair í áætlanagerð fyrir næsta ár 2022-2023 og við sáum bara að það var verið að setja alls konar viðbótargjöld, það var varaflugvallagjald, það var verið að hækka áfengisgjaldið, það var verið að hækka gjaldskrána í Isavia, þannig að við óskuðum bara eftir fundi með ráðuneytisstjórum 4 ráðuneyta og öll þessi ráðuneyti voru að setja viðbótargjöld á sem öll einhverjum höfðu áhrif á ferðamannin og ferðamaðurinn borgaði. Og við fórum bara yfir þetta og sögum bara þetta hefur bara verulega áhrif á samkeppnishæfni landsins og bara gríðarlegt áhyggjuefni. Og enginn að horfa heildar samhengi hlutana í stjórnkjörin og þau horfðu bara hvert og annað. Nei, það enginn að gera. Við erum bara öll einhverjum í sínu okkar hotni og setja á gjöld hér og þar. Og það þetta sem eru áhyggjur á núna, þú veist, það ekkit frekara sigrum. Ef að setja á gjöld sem að hjálpa til við álagsstýringu, þá verður að taka einhver önnu gjöld á móti því að við erum að bara tapa leiknum eins og kom fram hérna á. Ég held að ég var ágjör að því að ef við undirbúum ekki þessa gjaldtöku vel að þá munum leiða til þess að tekjurnar minnki, það aukist ekki þannig að þá hefur ekki peninga til að byggja upp staðina og ég hafði smá ágjör að því þegar Kristján sagði að það að drífa í þessu að því var búið að tala um þetta svo lengi. Ég held að sé ástæða fyrir að það sé búið að vandrast með náttúrupassa í langa tíma að því þetta flókið. Ég hræddur það að vera flóknara heldur en ella með núverandi gjaldtöku. Ríkið að taka gjald á mörgum stöðum, bílastæðagjöld sem að tala sé flókið, það sami hugbúna notaður við bílastæðagjöld á flestum stöðum og ríkið með samning við parka sem bara í miðbæ Reykjavíkur. Það ekki talað að sé allt á flókið að leggja í miðbæ Reykjavíkur, þannig að ég skil ekki alveg umræðin flækjustíð þar, varandi tæknina. Ég hef ágjör að því að við séum að setja upp kerfi sem að verður flóknara. Í dag verið að borga farþegagjöld, við borgum farþegagjöld á öllum farþegum sem fara í Silfru til þjóðgarðsins, við borgum gjöld af öllum þeim sem fara í Skaftafell upp á Jökla, í Vatnajökulsþjóðgarði, það eru gjöld til staðar
og þá bara velti ég fyrir mér hvernig ég var að gera þetta. Almennt sem finnst bara sérstaklega Bandaríkjamönnum bara mjög eðlilegt að borga bílastæðagjöld, vissulega þarf eitthvað þjónustu á móti. Maður fer til Ítalíu, maður borgar gjald fyrir að fara á bílastæð, maður borgar gjald fyrir að fara inn á strönd. Þetta er orðið bara viðtekið, en ég held að búa til eitthvað kerfi, þá er ég hræddur að umsýslukostnaði kringu það verði flókin. Ég vona að verði vel undirbúið og ég vona að þetta verði til þess að auka tekna því að ég er hræddur að þetta fari í hináttina. Svo er annað, ef að ferðamönnum fækkar eða verður svona kannski aðeins þrengir á markanum, það sem gerist að jaðarstaðirnir verða útundan. Það eykst á vinsælustöðunum, styttist ferðatíminn og þá eru staðirnir sem við viljum dreifa landið, það verða færri á þeim stöðum. Þannig að ég er svolítið hræddur að ef við undirbúið getum vel og allan að hefur mér verið kennt í lífun að það sé gott að undirbúa hlutina vel, ekki drífa í því og ég held að það sé ekki rosalega gott fyrir íslenska ferðaþjónustu að verða einhver svona tilraunadýr einhverja gjaldtöku í ferðaþjónustu. Af því að ég held að núna innveggjaldið sett á skemmtiferðaskip sem á alveg rétt að sér, það verður mikið tjón að því, við náum því ekki tilbaka 27 eitthvað eða halda við að lækka það eitthvað svona svo komið í annar stað. Skaðin er einhver leiti skeður. Þannig að ég held að ég bara vona það að þið undirbúið þetta vel og passið upp á það að við verðum ekki svona einhverju tilraunastar sem heldur reynum bara hugsa djúpt, fara vel að þessu og gera þetta þannig að þetta verði mjög þægilegt og þá eykur þetta tekjuna fyrir ríkið. Já, Bogi. Ég var ekki að segja. Því undirbúið vel, það er mjög mikilvægt og við í bankakerfinu, við þekkjum nú sértaka skatta, skal ég segja þér, ég held við borgum skatt á skuldunum og laununum aukalega, þú veist, þannig að og auðvitað dregur það, bara þannig að segja miskilningur úr samkeppnishæfni íslenskra banka að borga miklu hærri skatta en í öðru löndum, miklu hærri eiginfjárkröfur, bara allt annað og ef við erum að fara að leggja slíkt í sama á ferðaþjónustuna, auðvitað myndi það hafa gríðarleg áhrif og þetta er náttúrulega víða við í bankakerfinu, þú veist eins og í Arion banka, það er bara stór hluti af okkar lánabók í ferðaþjónustu. Þetta eru gríðarlega mikla fjárfestingar sem er búið að leggjast í út allt land og auðvitað mikilvægt að reyna að dreifa þessu allt árið þannig að fjárfestingarnar borgi sig og mikilvægt að hafa það í huga. Já. Anna-Katrín. Já, bara mjög góð og mikilvæg komment. Ég meina þetta er það sem við erum að vinna eftir. Varðandi þar sem þú komst aðeins inn á með aðgangsstýringuna, þá er það auðvitað og hlýtur að vera framtíðarsýnin að það verði þannig fyrirkomulag að við höfum einhverja stjórn á þessu, jafnvel þó að það haldi ekki áfram nema hóflegur vöxtur ferðamanna, þá er þetta gríðarlegu fjöldi. Við erum alls ekki komin þanga núna að geta það, af því að við getum náttúrulega ekki heft aðgang eða ekki að mínu mati. Það myndi koma ferðaþjónustunni illa sem atvinnugrein ef við ferum að hefta aðgang á ákveðna mjög vinsæla staði án þess að vera tilbúin að taka mótið annars staðar á landinu. Minna, það er verkefnið, en ég sé þetta og það þarf eiginlega að gerast innan ekki mjög margra ára við náum þannig tökum á þessu að þegar við erum búin að byggja upp, þannig að við getum fara að tala alvöru, heilsársþjónustu, alvöru, dreifingu ferðamanna sem er sérstakt hugtak en þið veitir hvað ég meina, að þá eru við komin á þann stað, við getum fara einhvern veginn að leika okkur með það að átt okkur á því hvort það er ástíðabundi, hverju fara hvenar og svo framvegis. Þannig að það eru þetta sína, þannig að náðu tökum á þessari atvinnugrein sem að ég er mjög bjartsýn fyrir hönd hennar og ef ég má kannski aðeins, af því að það eru þetta blikur á lofti af ýmsum ástæðum og bara þessi geopolítiska staða sem við búum við og við sjáum þetta hefur áhrif á Bandaríkjamenn sem er miður, við sjáum líka áhrifin á Breta, þar eru við reyndar að fara á stað með markaðsherferð núna, sérstaklega og sérstaklega kannski sjáum við að fólk bara upplifir sér búa við mikla óvissu, ekki endilega þannig að það er farið að hafna á dalnum hjá þeim, en það er bara farið að búa svo mikla óvissu, það paktar og skuldbindur sig seinna en áður, en það eru tækifæri í þessu stöðu líka. Við erum hér, við erum öruggt land, við erum friðsælt, hér eru lýðræði, hér eru mannréttindi í hávegum höfð, við erum bara, það er gott að koma til okkar, það er gott og það er öruggt og svo bætist við að við búum yfir þessari hreinu orku, þannig að ég ætla ekki að segja,
ég meina það eru bara tækifæri í þessari stöðu fyrir okkur líka. Þannig að ég myndi segja að við ættum að líta töluvert til þess í markasetningunni líka, ekki bara náttúrunni, heldur bara á þessum tímum núna þá bara gott að koma til Íslands. Ég ætla að ræða þessu markasetninguna eftir, mér langar að grípa það sem þið voru að segja samkeppnishæfnina. Þannig að allt sem gert hefur áhrif á samkeppnishæfnina og eins og komið fram þá höfum við verið að tapa samkeppnishæfni gagnvart okkar helstu samkeppnislöndum. Hvað getum við gert til þess að bæta þá stöðu? Hvað þarf að gera bara núna til þess að bæta samkeppnishæfni greinarinnar, hvort sem þá innanlands eða í alþjóðlegu samhengi? Já, það bara að tryggja þennan góða grunn. Ég ekki sammála Hönnu Katrínu í því að þurfa að ná einhverjum tökum á ferðarþjónustunni. Ég held hún sé bara á fínum stað, við þurfum ekki annað en að horfa hérna yfir salinn, þetta frábært fólk. Hvað sagði það? Ná tökum á ferðarþjónustunni og Kristrún talaði kerfisbreytingu og það ekki þörf á slíku að mínum mati og ég hef áhyggjur af slíku tali, mér tækifærin eru gríðarlega, það bara að skapa sterkan og góðan grunn og og eins og ég nefnda og ég fyrir alltaf að tala sama hlutin að þetta vinnuaflsfrek grein og við höfum verið að glíma við verðbólgu og þess áttar og við erum með veikt vinnumarkaðsmódel. Við erum að hækka laun hér langt umfram það sem að gerist í kringum okkur og það hefur verulega áhrif á samkeppnishæfnina ef við kemumst yfir í taktin sem á Norðurlöndunum, þar sem að útflutningsgreinarnar, þar á meðal ferðaþjónustan, ráða því hvaða svigrúm til staðar. Þá held ég að við værum að styrkja samkeppnishæfnina til verulega til framtíðar fyrir ferðaþjónustan og aðrar útflutningsgreinar. Já, bra. Já, kannski maður svona velti fyrir sér eftir fall WOW, ekki Play, hvort það hafi farið af stað bara nægileg svona aðlögun í kerfinu. COVID kemur fljótlega eftir þessum öllum tilherrandi styrkjum, mögulega á greinin bara svolítið eftir að fara í gegnum það, ég veit ekki, þið þekkið það betur, en já, og bera okkur saman við aðra þjóðir, að vera ekki með meiri gjöld en aðra þjóðir og gæðin, ef við horfum bara hóteli við hliðina, ég held að það var fyrsta 5-stjörnu hótel á Íslandi, þetta bara algjörlega nýr markhópur. Þannig að, já, það ýmislegt að gera. Ásgeir? Ég held að kannski bara eins og segi, fyrirsjáanleiki, stöðuleiki, og gott samtal stjórnvalda við greinina geti hjálpað. Ég held reynda líka almennt bara að svona bætt staða í efnahagsmálum, þar að segja, lægri vextir, meiri stöðuleiki þar, myndi skipta miklu máli. Þannig að það það sem skiptir fyrir umhverfið okkar. Ég ekki sammála því að þurfi kerfisbreytingu í ferðaþjónustu eða eitthvað slíkt. Ég held að allir sem að horfa á þetta utanfrá horfi á íslenska ferðaþjónustu sem svona successful story en ekki eitthvað sérstætt vandamál. Sammála því. Og þegar ég svolítið hugsi við því að það þurfi að sætta ákveðna hópa þá velti ég bara fyrir mig við hvernig vera að tala. Þetta, hver viðmælendunir ef að hluti að því að það þurfi að leggja einhverju álur og að sætta hópa því ég held almennt að viðþótti ferðaþjónustan sé gott og ég held að viðþótt til bæði þeirra sem að njóta hennar og líka almennt almennings. Vissulega umræðan stundum svolítið neikvæð en ég held að það sé ekki, ég held að þurfi ekki að fara í aðgerðaáætlun til að búa til sátt með þjóðunum ferðaþjónustan. Ég held að þjóðun sé heilt yfir sáttu hennar. Og þetta skapar fjölmörg störf, 32.000 manns vinna í ferðaþjónustu. Já, bara frábæra veitingastæðar fyrir okkur hinn og afþreyingu út all land og bara sem íslensku neytandi, ég bara mjög þakklátt. Já, svo vinnur þetta saman, ef við tölum atvinnustefnuna, það væri frekar erfitt að ná hátækni fyrirtækjum til landsins og lyfja fyrirtækjum ef við værum ekki með sterkt leiðakerfi og sterkt leiðakerfi þarf á sterkari ferðaþjónustu að halda og frábæra veitingastöðum og þess að þetta hangir allt saman. Frábæra flugsamgöngur. Áður en við slútum þessu við einhverja 40 sekúndur eftir, Hanna Katrín, svona, ég veit þú ert með tíma hérna á eftir til að koma fram, en svona til að ljúka þessu hér, samkeppnishæfnin og tækifærin, hvar eru stjórnvöld tilbúin að keyra svolítið á þetta, auka samkeppnishæfni greinarinnar?
Ég meina, það er búið að drepa svo sem á þessu öllu hérna. Það er bara mjög mikilvægt samspil stjórnvalda og greinarinnar sjálfur. En ég verða aðeins að fá að því ég bara hafna því að ég verið að tala hér að hér þurfa að taka til eða kerfisfræði. Það er bara alls ekki þannig sem ég talaði. Þannig að mér þykir mjög óþægilegt ef það er einhverju loka skilabók hér að það sé þannig sem ég líti á þessu atvinnugrein og til mig bara hvorki hafa unnið þannig nýja tala þannig. Þannig að ég hef þá bara sagt eitthvað sem að hefur verið auðvelt að miskilja. Tækifærin eru mýmörg, við þurfum auðvitað að ná hérna stöðu og efnaðarslíf, við erum búin að fara yfir þetta, ég sé fyrir mér að við eftir að ná góðum vexti í ferðaþjónustunni viðvarandi og hún haldi áfram að vera okkar stærsta og öflugasta atvinnugrein og við höfum ekki farið einu sinni ná tíma til að tala hér hvað þetta skiptir líka miklu máli bara fyrir landsmenn alla, sá fjölbreytileiki, ég ólst upp á tímum sem að það voru 2 veitingastæðir í Reykjavík held ég og þau voru ekki allir opnir, hvoru voru opin allan á sig syngi, þetta var bara veruleikin og almátt hvað þetta hefur breyst mikið. Við þurfum að herða okkur í markasetningu og stærsta held ég einstaka breytingin sem við þurfum að áorka þar er að hætta að líta á þetta sem átaksverkefni sem við grípum til þegar við sjáum að það er eitthvað að dala. Við þetta á bara að vera viðvarandi hjá okkur, það er verkefnið og laga okkur bara að þeim breytingum sem eru í heiminum, það eru þó svo að okkar mikilvægust þessi blikur á lofti varðandi okkur mikilvægustu viðskiptahópa núna, þá eru aðrir sem eru algjörlega óplægðir akrar, aðrir hópar og hérna tækifærin eru mýmörg, þannig að ég er mjög bjartsýn fyrir hönd þessari atvinnugreinar. Það er gaman að heyra, ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og nú stöndum við upp og ég ætla að fá að nýta hérna 1 eða 2 mínútur til þess að ræða markasetningu, þannig að kæra þakki fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir.